framfarasporið. Let it be done. Come on, let's have fun. On a journey to a fight that must be won. We are the generations that start cleaning up the earth. We are the generations that should give new vision birth. Spurting over obstacles up every slope and hill. With ever-growing endurance and strength and faith and will. Ómar, þú ert nú ekki vanur því að syngja á ensku. Það nú einhver ástæða fyrir því. Hvað ertu að gera með þessu? Ef ég stæði með Gjallarhorn út í Grímsey og verið að hrópa eitthvað á íslensku, það næði ég, ekki neitt. Þetta nýr tími. Ef við ætlum að koma boðskap á framfæri eins og boðberarnir eða The Messengers gera í þessu lagi, þá verðum við bara að fara inn á netið og við verðum að fara inn á YouTube og við verðum að dreifa þessu og við verðum með neyðumst við að syngja á ensku. Þetta er fyrsti og sennilega eini enski texti sem ég gera á ævinni. Og hver er boðskapurinn? Til hver ertu að ná? Ég bara ná til þeirra sem að núna standa frammi fyrir því núlifandi kynslóðir á jörðinni, eldri og yngri. Nú gengur þetta ekki lengur, nú verður þetta gerast. Nú kýlum við á þetta, let it be done. Og það er vegna komandi kynslóða en ekki síður. Vegna þess að við stöndum frammi fyrir óhjákvæmilegum útskiptum á orkugjöfum. Það að bresta á eins og Bubbi segir og þá ekki að taka þetta núna því að verður æ verra að fanga þetta viðfangsefni eftir því sem tíminn líður lengur. Nú bara verður það að gerast. Því ekki að velta yfir á næstu kynslóð og það næstu? Það er bara óréttlátt. Það er mikið rangleiti gagnvart barnabörnum okkar ef við ætlum að láta þau standa frammi fyrir því sem við gerðum ekki. Nú er þessi stóra loftslagsráðstefna í París, það er innan við 2 vikur þangað til hún hefst. Það eru miklar væntingar. Hvaða væntingar hefur þú? Ég hef sömu væntingar á í Kyoto og alltaf tíð síðan. Það brugðist alltaf, nú má þetta ekki bregðast. Og þess vegna ger ég þetta myndband sem með ferðalag á rafhjóli sem fer frá Reykjavík austur að Geysi en ber svo víðan völl og út til Þýskalands og Austurríkis og til Eþíópíu. Vegna þess að þetta er sama loftið sem við öndum að okkur og við verðum að taka þessu. Sko, við Íslendingar getum verið fyrsta þjóðin í heiminum sem að þurfum ekki jarðefna eldsneyti. Let's get it done, kýlum á það! Það er sumargleði í þessu svolítið? Já, og bara sporið. Þetta er einfalt, þetta er frábærskrið. Já, þetta er mjög einfalt. Það er svona einfalt sem við þurfum að gera Íslendingar.